Góðan daginn og komið sæl og velkomin á þennan upplýsingafund eða kynningafund á Matvælasjóði sem í boði landshlutasamtakanna allra. Ég heiti Rebekka Kristín Garðarsdóttir og verkefnastjóri og atvinnuráðgjafi hjá samtökum sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra eða SSNE. Með mér hérna í dag eru samstarfsfélagi mínir úr hinum landshlutasamtökunum á landinu öllu. Við ætlum í dag að fara stuttlega yfir nauðsynlegan undirbúning vegna umsóknarskrifa og þá sérstaklega fyrir Matvælasjóð sem að vonandi gagnast ykkur sem hafið hug á að sækja styrk í sjóðinn. Það eru mjög ítarlegar og góðar upplýsingar inn á matvælasjóður.is sem ég hvet ykkur til að skoða og nýverið var 2 kynningamyndböndum sem eru 7 mínútur annars vegar og 20 mínútur hins vegar bætt þar inn sem að mun sannarlega margborga sig fyrir ykkur að horfa á. Ég ætla ekki sem sagt að fara að endurtaka allt það efni hér og nú. Aðdragandinn og umsóknarfresturinn sannarlega stuttur vegna Matvælasjóðs í þetta sinn. Hann styttri en við hefðum viljað, en það kannski þess vegna sem enn nauðsynlegra en ella að safna saman frumkvöðlum og athafnafólki á sviði matvælaframleiðslu, sama hvort að það úr landbúnaði eða sjávarútvegi á svona fund, þar sem við getum farið yfir það helsta sem að þið þurfið að vita. Við getum opnað fyrir fyrirspurnir og umræður og beint ykkur svo í rétta átt varðandi hvert þið getið snúið ykkur til að fá persónubundna aðstoð við ykkar umsóknarskrif. Allar umsóknir þurfa að vera fullunnar og þeim skilað í gegnum rafræna umsóknargátt fyrir miðnætti 7. júní sem núna á sunnudagskvöld. Það ekki hægt að sækja framlengingu á umsóknarfresti undir neinum kringumstæðum. Reynslan hefur svolítið sýnt okkur að langstærsti hluti umsóknanna að skila sér á síðustu klukkutímum umsóknarfrestsins. En það skapar bæði óþarfa stress hjá styrkumsækjöndum en líka álag á kerfið sem að gæti orðið til þess að ykkar umsókn nær ekki gegn á tilsettum tíma. Þess vegna viljum við bara ítreka nauðsyn þess að klára umsóknina tímanlega og tryggja að öll nauðsynleg fylgigögn fylgi. Matvælasjóðurinn var stofnaður í apríl 2020 og fyrsta úthlutun fór fram í desember sama ár. Þá voru 62 verkefni styrkt en 480 milljónir voru þá til úthlutunar. Þetta þá önnur úthlutun núna sem mun fara fram í sjóðunum en sjóðunum ætlað að styðja við og styrkja þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla og hliðarafurða úr landbúnaðar og sjávarafurðum. Sjóðurinn leggur áherslu á nýsköpun og sjálfbærni, verðmætasköpun og samkeppnishæfni íslenskra matvæla, en honum einnig heimilt að styðja við vöruþróun og markaðssókn á erlendum markuðum. Sjóðurinn styður við og tekur mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, svo það mikilvægt að sýna fram á sterkt tengsl verkefnanna ykkar við heimsmarkmiðin til að auka líkur á styrk. Sjóðurinn hefur 630 milljónir til ráðstöfunar á þessu ári og styrkirnir greiddir út að hluta við undirritun samnings og restin svo þegar fullnægjandi lokaskýrslu hefur verið skilað. En aðeins meira undirbúninginn. Hérna ágætis tékklisti sem við tókum saman til þess að skoða, bara til að tryggja það að þið séuð á réttri leið. Flest á þessum lista á ekkert endilega bara við Matvælasjóðinn, heldur almennt undirbúning fyrir öll styrkumsóknarskrif. Það algjört undirstöðuatriði að kynna sér stefnu og áherslu sjóðana sem þeir að sækja í, sem og handbók sjóðsins eða verklagsreglur eftir því sem við á. Þar koma fram mikilvægar upplýsingar formkröfurnar sem eru gerðar og styrkhæfi, bæði umsækjenda þá og svo hvaða kostnaður styrkhæfur. Það ótrúlega hátt hlutfall umsókna í þessum stóru sjóðum eins og til dæmis tækniþróunarsjóði Rannís sem eru bara aldrei teknar til efnislegrar yfirferðar vegna formgalla eða ef að styrkhæfiskröfurnar ekki uppfylltar. Við viljum ekki lenda í því. Í sjóði eins og Matvælasjóðunum þar sem marga styrkjaflokkar að ræða nauðsynlegt að lesa sér til hvern einasta flokk til að átta sig á hvar ykkar verkefni á heima.
Jafnvel þó að verkefni sé gott og umsóknin vel unnin, þá það ekki endurflokkað af matsnefnd sjóðsins ef að þið hafi ekki sótt í réttan flokk og þá hætta á að umsókninni verði hafnað. Það farið mjög vel yfir hvert flokk í glærunum og myndbandinu sem á síðu Matvælasjóðs, en ég fer svo sem aðeins betur yfir hvert flokk hérna á eftir. En ef þið eruð í einhverjum vafa í hvaða flokki verkefnið ykkar tilheyrir, þá getið þið leita álits ráðgjafa landshlutasamtakanna á ykkar svæði. Matvælasjóðurinn, hann samkeppnissjóður og hverjum flokki fylgir matsblað og það nauðsynlegt að kynna sér það vel áður en að umsóknin skrifuð. Þar kemur fram hvað gefur hæstu stigin, en þau verkefni sem skora hæst eru svo þau sem boðið til samninga við sjóðinn. Þannig það líka farið mjög vel yfir þetta á myndbandinu. Svo mæli ég alltaf með því að kynna sér fyrir úthlutanir úr sjóðnum til að bara átta sér betur á stærð styrkja sem hafa verið veittir og hvernig verkefni hafa verið að fá styrk og þess háttar. Og að lokum vona ég að þið sem að sækja í keldu, afurð eða fjársjóð séu komin vel á veg með greinagerðina sem að þarf að fylgja verkefninu eða umsókninni og fjárhagsáætlunina, en bæði sniðmátt að finna inn á umsóknargáttinni. Ég vil bara hvetja ykkur til þess að vanmeta ekki hvað það tekur langan tíma að koma niður á blað á skýran hátt hvað ykkar verkefni snýst og hvers vegna sjóðurinn ætti að vera veita margra milljón króna styrk í það. Það sést bara svo vel og kemur niður á gæðum umsókna þegar þær eru unnar í stressi, svona korteri áður en skilafresturinn rennur út. En það alltaf sterkustu umsóknirnar sem eru látnar malla svolítið og marinerast áður en þeim skilað. Hér koma nokkur lykilatriði sem eiga við umsóknarskrif í flestalla sjóði sem í boði. Hefjiði ferli bara tímanlega og passið að fylla inn allar upplýsingarnar sem beðið Það ótrúlegt hvað maður sér margar umsóknir þar sem að umsækjendur hafa ákveðið að stökkva bara yfir hluta umsóknarinnar. Það líka rosalega gott að fá utanaðkomandi aðila til að lesa umsóknina yfir, til að meta hvort hún þykir raunsæ og nógu nákvæm fyrir einhvern sem þekkir ekkert til þín eða verkefnisins. Þá verður verkefnið að vera trúverðugt og raunhæft, en vandinn liggur í að koma því svo til skila í sem stystu máli. Og hafa bara í huga að matsnefndirnar ofta að fara yfir hundruðir umsókna og þeir kunna þess vegna vel að meta svona gögn sem skýr og skilmerkilega orðuð. Kostnaðurinn þarf að vera raunhæfur. Bara sem dæmi þá höfum við séð umsóknir í uppbyggingarsjóð landshlutans fyrir gerð viðskiptaáætlunar og meðan einn aðili að biðja 400.000 þá annar að biðja 4,2 milljónir fyrir nánast sama hlut. Nýnæmi og nýsköpun eru einkunnarorð margra sjóða og þar Matvælasjóðurinn ekki undanskilinn. Hérna mikilvægt að undirstrika í stuttu máli hvernig þitt verkefni og þín vara eða þjónusta sker sig út og býður upp á nýja nálgun. Og svo að lokum biðjum hjálp að fá einhvern til þess að lesa yfir umsóknina bæði efnislega og með tilliti til málsfars og stafsetningar ómetanlegt. Og þar getið beðið fjölskyldu, vini eða bara samstarfsfólk og svo auðvitað ráðgjafa landshlutasamtakanna. Í Matvælasjóðnum eru 4 flokkar styrkja í boði og þið sjáið á hér, það bára, kelda, afurð og fjársjóður. Styrkhæfið og umbeðin gögn eru breytilega eftir flokkum og eins matið á verkefnum mismunandi eftir hvaða flokki umsóknin Og þess vegna bara undirstrikkum við mikilvægi þess að sækjum í réttan flokk þar sem ykkar verkefni á sannarlega við. Báran fyrir einstaklinga og lögaðila með veltu undir 300 milljónum þar sem verkefnið enn á hugmyndastigi. Hér gerð krafa að verkefninu ljúki innan 6 mánaða og styrkurinn að hámarki 3 milljónir og það ekki krafist mótframlags. Dæmi verkefni sem eiga heima hér eru til dæmis eins og fýsileikakannanir eða hagkvæmnisathuganir. Það gæti verið tilraunir með hráefni, gerða viðskiptaáætlana og slíkt. Keldan svo fyrir alla lögaðila, báran fyrir einstaklinga og lögaðila með veltu undir 3, þetta var í búmi, keldan fyrir alla lögaðila vegna rannsóknarverkefna þar sem að nýrrar þekkingar aflað.
Þessi verkefni mega svo taka alltaf 1 ár og hámarksstyrkurinn er 30 milljónir en hér er krafist 20% mótframlags og það má vera í formi vinnuframlags. Skilyrði styrkjaflokksins er að rannsóknin tengist nýtingu á íslenskum matvælum og þannig getur verið að ræða hráefni eða aukaafurðir sem verða til í framleiðsluferlinu. Í afurð eru verkefnin lengra komin og af hugmyndastiginu en ekki kannski tilbúin til markaðssetningar. Hér er gerð skýr krafa að skila af sér afurð, einhverja framleiðslu sem eykur nýsköpun, sjálfbærni, verðmætasköpun og samkeppnishæfni. Hér er líka krafist að hráefnið tengist íslenskum matvælum eins og í keldu. 30% mótframlags er svo krafist. Í fjársjóðnum þar eru styrkjum ætlað að styðja við markaðssókn afurða sem að tengjast íslenskum matvælum og líka vegna uppbyggingu innviða fyrirtækisins sem tengjast á sókn á markaði. Og til dæmis gæti það verið þá gerð markaðsáætlunar, hönnun á vörumerki eða heimasíðu, ráðgjöf á markaðsmálum og svo framvegis. Það er farið mjög ítarlega yfir þessa flokka í handbók sjóðsins, svo endilega skoðið þið það. Styrkhæfi kostnaðar og mat á umsóknum er mikið fjallað í myndböndunum sem ég vísaði í áðan, svo ég ætla ekki að eyða miklum tíma í að fara yfir það hérna, en ég vil frekar nota tímann til að opna fyrir spurningar og umræður. Ég hvet ykkur samt til þess að skoða hvaða kostnaður er ekki styrkhæfur, því ef einhver hluti umsóknarinnar inniheldur kostnaðarliði sem er ekki leyfðir, þá fellur umsóknin á formkröfum og verður ekki tekin til efnislegrar yfirferðar. Og hér sjáið þið hvað það er sem er tekið tillit til við matið á umsóknunum, en eins og kom fram þá er það svolítið breytilegt eftir hverjum og einum flokki og hér á eftir sjáið þið hlekki á matsblöðin fyrir hvern flokk. Þessir hlekkir eru allir á síðunni á matvælasjóður.is og ég vona að þið hafi nú hnotið þá nú þegar. Ég mun setja þessar glærur inn á Facebook viðburðin núna bara strax eftir þetta, þannig að þið getið nálgast allar þessar upplýsingar og fundið þetta þar. En svo langar mig bara að lokum til að undirstrika þessa aðstoð og ráðgjöf sem að stendur ykkur til boða. Hjá landshlutasamtökunum þar starfa ráðgjafar eins og ég sem að geta veitt upplýsingar styrkjaumhverfið á Íslandi og ýmsa erlendi sjóði líka. Við getum svo lesið yfir styrkumsóknir og gefið ykkur ráð hvað mætti betur fara. Við hjálpum við gerð viðskiptaáætlana og stofnun fyrirtækja, jafnvel markaðssetningu og lánaumsóknir, svo fátt eitt sé talið. Svo endilega bara nýtið þetta úrræði. En kannski hafi jafnframt í huga að þegar að nær dregur lokafresti umsókna í alla þessa helstu sjóði sem er í boði, er gjarnan mikið að gera hjá okkur og við afgreiðum alla beiðnir aðstoð í þeirri röð sem þær berast. Svo hér að lokum þá sjáum við þá ráðgjafa sem eru til taks til að aðstoða við umsóknarskrifin vegna matvælasjóðsins í hverjum landshluta fyrir sig. Heklan á Suðurnesjunum ætlar að veita öllum á höfuðborgarsvæðinu ráðgjöf varðandi matvælasjóðinn, svo þeir einstaklingar hafa samband við Dagný og Loga sem að munu taka vel á móti ykkur ef ég þekki þau rétt. Aðrir hafa svo bara samband við þá ráðgjafa sem eru á sínu svæði. En ég ætla ekki að hafa formlegu kynninguna lengri í dag, en gef bara orðið laust fyrir umræður og spurningar. Takk fyrir mig.